Já, komið sæl. Ég get ekkert afsakað mig með hálsbólgu en inni, röddin á mér bara svona, þannig að þið verið að hlusta á það. Já, ég heiti semst Ingvi Ragnar og kemur Mývatnssveit og eins og nú oft í svona minni samfélögum þá ber maður fleiri en einn hatt. Ég sem þetta bæði oddviti sveitarfélagsins og starfa þar í ferðaþjónustu, rek fyrirtæki sem heitir Mývatn og með Sel Hótel og rek einnig félagsheimilið, þar sem við höfum svona gegnum árin sérhæft okkur í að taka á móti gestum úr skemmtiferðaskipum í mat og kaffi. Þannig að við erum svo stærsti aðilinn á svæðinu sem að sér það. Skellt einni mynd hérna, það er oft sagt að það sé koma skip á Mývatn og þetta er svolítið stórt eða kemur skip á Mývatn. En á sama tíma heyrist líka oft svona upprópanir. Þetta er allt of mikið, þetta er allt of stórt. Þetta er bara yfirþyrmandi og svo skilar engu. Ef við svona veltum aðeins fyrir okkur þá er þokkalegur skipadagur í sveitinni. Hann er svona 300-600 manns. Þetta er svona bara miðlungsdagur. En svo koma stóru dagarnir sem eru 2-3.000 manns. Og það er mjög skiljanlegt að þá segir mér, vá, þetta er allt of mikið. En að því við höfum veltað fyrir okkur hvort það sé að skila einhverju. Þegar skipin koma, þá er yfirleitt stærstu dagarnir hjá okkur í minnigreiparsölu í sveitinni. Þeir eru nokkrir sem er að selja minnigreipi og við berum okkur allir saman og það er alltaf þessi dagar sem standa upp úr. Þannig að það er að skila þar. Einnig eru talsverð uppgrip í veitingunum, það þarf að fæða þetta fólk. En neikvæðu hlutirnir eru líka þeir að þegar bílastæði eins og fyrir utan hjá mér er smekkfullt á rútum, þá er engir aðrir að koma. Þá verða bara að sinna þessum gestum. Þannig að þetta fælir líka frá. Og einnig eins og inn í okkar fyrirtæki, þegar þessi stóru dagar eru, þá er aukið álag á öllu. Það er aukið álag á starfsfólkinu, það er aukið álag á húsunum og svona til að vera hreinskilin, þetta er það sem stýrir hvernig sumar er hjá mér. Þetta stýrir því hvernig ég fæ að fyrir útilegu með fjölskylduna. Því að þarna eru toppar og þá verða allir að standa vaktina. Það er þetta gott að vinna, þannig að það er alltaf leið. Ef ég hoppa svo yfir í hinn hattinn með sveitarfélagið, þá eru raun og veru engin sjáanleg mörk á bókun sveitarfélagsins, hvort það séu 100 gestir á skemmtiferðaskipi í sveitinni eða hvort það séu 3.000. Það breytir bara 0. Og þá veltir maður fyrir sér býtu, er rétt gefið þarna? Á ekki sveitarfélag að njóta? Því að það er náttúrulega, það er ágengi á öllu og við þurfum að hugsa um samfélagið. Og svona í gamnu alvöru þá hafa mér oft velt hjá milli sín. Það eru 2 heimahafnir Mývatnssveitar, önnur er Akureyri og hinn er Húsavík. Er ekki eðlilegt að við njótum einhvers hluta af hafnargjöldunum þegar þessi skip eru að koma? Eða finna einhvern annan farveg þar sem að það geti skilað beint inn í samfélag líka. Mönnum er oft tíðrætt salerni því að náttúrulega fólki þarf alltaf að fara á klósettið. Og það er nú tilfellið að þessir gestir sem eru að koma á skemmtiferðaskipunum, þeir eru yfirleitt að fara á salerni á stöðum sem eru að selja þeim einhvers konar þjónustu. Annaðhvort mat, veitingar eða annað. Þannig að það er svona nokkurn veginn farið saman. En við megum ekkert sleppa því að ræða það, viljum við byggja upp fleiri salerni sem er þá kannski gjaldskyld og veita meiri þjónustu. Það er alveg valið umræða. Oft veltir maður fyrir sér, er þetta vandamál eða verkefni? Í mínu tilfelli þá kýs ég yfirleitt að taka flest vandamál sem verkefni. Og ég vil meina það að við getum nálgast þessum verkefni. Við þurfum að dreifa álaginu og þar þurfum við að spila saman. Hafnirnar verða að spila með. Það er ekki nóg að segja bara, ég hef nógu langan hafnarkant, ég get tekið 5-6 skip. Ef það er svo ekki hægt að koma þeim fyrir
bæði í rútum eða veitingastöðum eða bara náttúran tekur ekki við því. Við eigum alveg kynráðalaust að geta sagt líka, þegar það er komið 2 skip til dæmis, eða 3, við erum ákvaða, það var bara uppselt. Bara finnið annan tíma. Sama hátt þurfum við sem erum eins og með Mývatnssveit, ef við ætlum okkur að halda áfram að taka á móti þessum massa, þá verðum við að skipuleggja svæðin sem að fjöldin er að koma inn á. Þannig að segjum til dæmis Dimmuborgir að á einni hlið Dimmuborga geta komið þessi massi og á öðrum stað sé einstaklingstúrisminn og þannig að þeir sé ekki endilega rekast á. Þetta er bara skipulagsmál og sjálfum sér ekkert stórt í framkvæmd. Sama hátt eins og við gerðum þegar við tókum Skjólbrekku í þennan rekstur með að sinna veitingum, þá þurfum við að vera með sérhæfða stærri staði sem getur tekið á móti veitingunum. Mín staðar sem er löngu sprungin, Skjólbrekka er allt of lítil, bara svona til að þið vitið það líka. Og eins og ég var að segja áðan, þetta snýst allt að við tökum höndum saman og hugsum þetta sem heildarverkefni. Þá getum við náð að þróa þessa tegund ferðaþjónustu yfir í að verða góða ferðaþjónustu, af því að ég byrjaði nú á stóru orðunum, allt of mikið, allt of stórt, að við getum komið þessi yfir að við stígum grænspor. Takk fyrir mig.